Nú sumarið komið og fólk í sumarfríi farið að ferðast landið og það þýðir háannatími hjá söfnum, setrum og sýningum allt land. Á Skagaströnd spákonuhofið en þar að finna framandi sýningu Þórdísi spákonu og ef vill hægt að láta spá fyrir sér. En konurnar í spákonuhofinu kunna margar mismunandi leiðir til þess. Hugmyndin kviknaði 2007 og var svo ekkert farið að vinna með hana fyrir svona árið seinna. Að gera eitthvað með okkar fyrsta landnámsmann eða fyrstu mannesku sem hér bjó. Við köllum hann náttúrulega bara landnámsmann þó eins og ekki getið í rauninni í landnámu. En hún Þórdís spákona, það talað hana í 4 Íslendingasögum og hennar nú ekkert sérlega hampað þar neitt. Enda kona, kingi mögnuð sem gat gert köllunum skráveifur ef svo bara undir og já, og við vildum gera eitthvað með þessa konu. Við höfum trú á því að fólk hefði áhuga á að heyra sögur hana. Svo gáfum við líka út bók af því við vorum búin að pikka út allar þessar sögur og búa til leikgerð eða láta gera leikgerð hana. Og þannig að fólk þurfti nú ekki að leita í öllum 4 Íslendingasögunum til að finna eitthvað þessa konu. Því að til dæmis í Heiðavígasögu það bara ein lína hana. En þá vorum við samt komið með hugmynd það að ég gerir einhvers konar skil, hafa sýningu hana eða eitthvað svona þannig að fólk það sem gætum sagt sögur hennar. Og við vorum nú að velkast með þetta í svolítið tíma því okkur vantaði húsnæði en þegar það kom að þá gerðust hlutin svolítið hratt og 2011 þá opnuðum við hér. Og það skemmtilega við það að við erum ekki bara að segja sögur af Þórdísi, við erum líka að spá því að við getum svo sannarlega tengt spárnar við Þórdísi því hún var alltaf kölluð Þórdís spákonu og hún hafði þessa eiginleika að geta sagt fyrir hluti og sjá fram í hvað myndi ske, eins og maður segir. En það til þó nokkrar mismunandi aðferðir við það að spá og þið gerir allavega einhverjum þeirra skil hérna. Segðu mér hans. Hér notum við tarotspilin sem sem flestir þekkja og nokkuð vinsælt. En við notum líka venjuleg spil. Það fullt af fólki sem vill ekki fara í tarot spilaspá því að þeim finnst stundum spilin bara ókvægileg, ögrandi. Nú, svo lesum við Lóa. Lóalestur náttúrulega bara alveg ævaforn aðferð við að lesa fólk. Og já, ég held að fólk ætti að gera meira því að koma bara með sína nánustu til dæmis bara eiginmannina, eiginkona í Lóalestur til að sjá hvað eiginleika hún hefur sem hún hefur ekki sýnt til dæmis. Þannig að það gæti verið svolítið gaman. Við hendum líka rúnum við dúk og lesum í það svoleiðis því að það elsta aðferðið að lesa í rúnir eins og víkingarnir gerðu það. Þar var vatn, loft, eldur og jörð og svo hendu þeir rúnunum yfir. Og rúnir meira til að finna út hvað að gerast þér akkurat núna. Nú, við erum líka bjóðum upp á það að ef að fólk vill, þá getur svo sem lesið í kaffibolla en ég sé alltaf að kaffibollin svo spáaðferð sem að svona, hún klikkast oftast eða þú veist, getur klikkað. Það getur stundum ekkert komið í kaffibollan en þetta í boði hér þannig að til ég að segja mér aðeins betur frá sýningunni. Þið eru með svona einhverjar sögusagnir, segið sögur af Þórdísi og... Já, hér segjum við sem sagt rekjum svolítið ævi Þórdísar og hvað hún þekktust fyrir eins og uppeldið á honum Þorvaldi Víðförla, fyrsta kristniboðanum okkar og förum í gegnum þetta á skemmtilegan hátt og allt eftir því hvernig hópurinn samsettur. Ef við erum með mikið af börnum þá segjum við náttúrulega bara krakkasögu á Þórdísi sem ekki síður skemmtileg. Nú, við getum alveg fengið fræðimenn og þeir þurfa að fá náttúrulega langa og góða útskýringar. En þetta kosturinn við það að vera með svona lifandi leiðsögn eins og við köllum því að þá getum við bara stýrt eftir því. Þú þarft ekki að hafa eitthvað í eyrunum. Þú færð mannesku með þér sem segir söguna. Stundum erum við að segja bara gestir þáttakandur í sögunni. Það getur alveg farið svo að við þurfum að nota fólki sem að kemur til okkar. Já. Þetta svona, það svolítið svona dimmt inni, það kertaljós og svona alls konar tákn og myndir sem eru manni framandi. Fólk ekkert svona pínu hrætt eða svona? Jú, það kemur alveg fyrir að það svona, en við þurfum náttúrulega að hafa pínulega mystik í þessu hjá okkur, sko. Við erum náttúrulega
Það gerir þetta bara ennþá meira spennandi. En það hefur allavega enginn snúið við út af hræðslu. Hún Þórdís á sínum tíma, hvernig kona var þetta? Voru konur sem voru að gera þetta á þessum tíma vel liðnar, heldur? Nei, Þórdís fær ekkert fallegar umsagnir sig í Íslendingasögunum, sko. En við erum náttúrulega átt okkur á því að hún er náttúrulega kona sem á sitt eigið land og hún vill stjórna sig sjálf. Á þessum tíma þá var það náttúrulega ekkert algengt og já, svo líka þú sér það, þetta var manneskja sem gat nú lagt bara álög á menn ef þau voru eitthvað abbast upp á hana, en það var eins gott að vera ekkert að hampinu of mikið og halda henni ákveðinni fjarlægð. En vissulega eru, sko, ef maður fer að lesa söguna kannski með meiri gagnrýni, þá sér maður það að þetta var náttúrulega bara hörku kona. En þrátt fyrir að hún hafi kannski, já, verið svona eitthvað hex eða mönnum hafi fundist það, að þá eru örnefni hérna í námunda við Skagaströnd sem eru bara í höfuðið á henni. Já, hér höfum við náttúrulega Spákonufjallið sem er fjallið okkar, bæjarfjallið, þetta fallega fjall. Og ég segi nú alltaf, ég held að kannski það hafi haft útslagið það hvað Þórdís ákvað að setjast niður þegar hún var að velja sér stað þegar hún sá fjallið. Allavega var bærinn hennar við rætur Spákonufells og svo eigum við Spákonufells höfða hér og svo undir höfnin okkar, þar eyja sem heitir Spákonufells eyja, það hægt að sjá aðeins í hana í dag. Nú annarkort var þetta fyrir það að menn voru nú bara ánægðir með hann Þórdísi eða þá menn höfðu bara ekkert meira hugmyndarflug að skýra náttúrunni kringum sig. Þeir eru tvær hér að minnstakosti í spákonuhófinu sem að spái fyrir fólki. Það eru dálítið margar spákonur svona miðað við höfðatölu hérna á Skagaströnd. Er þetta eitthvað sem er fólki blóðborið, bara beint frá Þórdísi eða hvað? Hver veit, en svo þetta bara, þú veist, þegar maður vinnur í svona verkefni að þú pikkar ekkert upp spákonur einhvers staðar á götunni, þá þarftu bara að fara að læra, þarftu bara að gera þetta sjálfur. Og það það sem alltaf sem ég gerði, en ég var svo heppin að læra hjá þessari sem hérna að vinna með mér. En ég var svona að velta fyrir mér hvort að það væri hægt að fá þig til þess að spá aðeins. Já, bara endilega. Hvað Eigum við að kíkja í rúnirnar? Já, sagðir ekki að það væri elsta? Jú, það er elsta svona formið. Sko, við spáum í 9 rúnir, 3x3, heilug þrenning. Þannig að þú þarft að velja þér þína 9 rúnir hérna og svo lætur þær falla. Reyndu að halda hendinu bara svona yfir miðjunni og láta falla einhvers staðar innan hringsins. Nú lesum við líka hvernig það liggja. Því þarna ertu með vatnið, þú ert með loftið, þú ert með eldinn og hér jörðin. Og samsetningin þannig að þegar þær eru svolítið mikið í vatninu, þá það hugsunin okkar. Hugmyndina sem við fáum, þetta andlega, það kemur allt úr vatninu. Svo það aftur loftið. Það svona hvað kemur út úr því sem við hugsun, hvað við gerum. Hér ertu með 3, þannig að það mjög frjóa hugsun alltaf. Það er mikið að gerast hjá þér. Og þar ertu með sólina, en svo ertu að draga svolítið eftir kaun, það er þessi rún. Hún rúnin sem að ég segja að maður nú helst, þetta eitthvað sem eitthvað og maður á svona aðeins að reyna að hætta að hugsa þetta. Og það sem þú ert að gera, þær hugmyndir sem þú hefur mjög góðar, því þarna ertu með sólina. Þegar hugmyndirna þín kannski svolítið karlægar, ég veit það ekki, en þar gætu verið það því að þú fær karlinn líka í hugmyndunum þínum. Þarna sérðu það að ég er búin að gefa þér rauninni hálfgerðar 2 svona útkomur út úr vatninu. Bæði í sambandi við hvað þú ert alltaf að hugsa núna eða þá hvað á döfinni hjá þér, hvað þú ert að gera rauninni. Ég hefði náttúrulega viljað hafa meira hér. Þetta hvað við erum aktív. Þú ert alltaf að hugsa að gera eitthvað en það eins og að vanta einhvern drifkraft í þig. Það vantar eitthvað svona að íta á þig. Herðu, þá erum við nú komin hingað í eldinn og eldurinn náttúrulega þessi innri kraftur í okkur eins og bara ástríðan fyrir lífinu og líka bara ástin og ástalífið. Þess vegna fínt að hafa margar rúnir hér því auðvitað viljum við láta eitthvað vera ske í þeim málum hjá manni alltaf.
Svo það björkin. Björkin náttúrulega eina bestu rúnu sem maður getur fengið. Það sem allt þetta nýja kemur frá. Þetta bara eins og tréð þar sem maður byrjar að blómga og allt að vaksa. Björkin rún oft fyrir bara frjósemi og þetta líka fyrir því að eitthvað nýtt komi inn í ykkar samband. Og svo það elgurinn og hann náttúrulega rún þess sterka aðila. En samt rún þess sem líta svolítið aðeins betur í kringum sig, sjá hvað ske, ekki vera með hausinn alveg negldan í einhverja eina átt. Og elgurinn náttúrulega líka rosalega traustur, þannig að það mjög gott að hafa það í sambandinu. Hér við komin í hérna svarta hér, sem jörðin. Þetta svona tengingin við hver við erum. Þetta líka svona oft talað að þetta sé fjölskyldan. Og þar með fjörúnina. Fjörúnin í gamla daga þá var þetta náttúrulega, ef þú átti mikið af rollum, að þá varstu ríkur og allt gekk vel hjá þér. Eða þá að við eigum bara góðan tíma framundan. Því að ég vil ekkert rosalega mikið tala peninga, þeir eru bara til vandamála. Enda segi ég ofta að fjörúnin getur bara líka verið rún sem að þýðir bara það að það gengur vel hjá manni. Svo bara þitt að ákveða hvort að þetta passar á einhvern hátt við þig. Því að rúnir eru meira hvernig staðan ákvæðlega núna, en ekki eitthvað langt inn í framtíðina. Enda víkingarnir voru nú ekki svo sem ekkert mikið að spá mikið fram í framtíðina, enda eru þeir nú ekki svo gamlir, alltaf að drepa hvern annan, þannig að þeir þurftu frekar að finna lausnir akkurat núna. Hvað ég að fara að gera í þessum bardaga?